Nú, það búið að tala svo mikið þessa skýrslu. Ef við kannski leitumst við að draga saman kannski helstu atriði sem að koma upp úr þessari skýrslu, að við sjáum náttúrulega af mjög mörg að taka. Út af fyrir sig að þá þessi fjárhæð á heildartjónum, hún út af fyrir sig ekki sérstakt nýmæli upp úr þessari skýrslu, því það var þetta fyrirsamanlegt að mjög verulegu leyti hvaða eignir sjóðanna myndu tapast. Þannig að þetta heildartap sem þarna gefið upp, að það svona í ætt við það sem að, eða í hátt við það sem við máttum búast. Reyndar þetta má alltaf ræða það hvaða viðmiðunartímabil á að velja og menn hafa verið að fjalla það. Sú umræða náttúrulega algjörlega ófrjó af minni hyggju. Að vera eitthvað að diskutera það hér í einhverju samtölu með einhverjum blaðagreinu, hvort á að miða við þessa dagsinn einhver hindagsmyndum. Það náttúrulega deila keisarans gegn. Aðalatriðið þetta það að sjóðirnir hafa orðið fyrir stórfellu og alvarlegu höggi og hvernig á að bregðast við því. Og höggið ekki bara fjárhagslegt. Höggið náttúrulega ekki síst fólkið í því að sjóðirnir náttúrulega hafa glatað trausti. Og kerfi sem að byggist á því að allur almenningur og allir landsmenn og allt vinnandi fólk í landinu skyldað til þess að greiða lífeyrissjóð, það slíkt kerfi færir ekki staðist nema að þeir sjóðir sem eru viðtakendur þessa fjár njóti til þess trausts fólksins, almennings og að fólk hafi tiltrú á því að þessi sjóðir séu aðilar sem að geti farið með þetta fé og með það að leiðarljósi að fólki sem að greiðir í þá njóti þess þegar það kemur. Takk fyrir. Síðan eru kannski tvær svona megin áherslur. Menn getur auðvitað verið hérna í endalausum diskussjónum það hvert hugtak orðsins boðsferð eða hvað merkir orðið vinnuferð. Eitthvað. Ef við tökum þetta í fjárhagslega tilvik, ég gera ekki lítið úr því, en ef við aðtöðum þetta, í fyrsta lagi sýnist að það sé alveg ljóst að þessi skýrsla leiðir það í ljós að sjóðirnir framkvæmdu ekki nægilega vandaðar rannsóknir á þeim bréfum eða fjárfestingum sem þeir réðust í. Það bara alveg rakið þarna lið fyrir lið. Það liggur alveg fyrir. Og þetta kallað í skýrslunni meðvirkni og í blaðagrein í morgun þetta kallað að anda sér óheilnæmi lofti. Og það ágætlega orðað bæði í skýrslunni og hjá Þorsteini Pálssyni. Vanhæfir einstaklingar. Mér finnst þetta nú ansi vaksin orðað. Ég leyfi mig allavega að segja sér svo, hér megin áhersla og það náttúrulega þetta var ekki nægilega vel að verki verið hér. Það má eins og gert til að mynda í skýrslunni, þessari skýrslusetningu. Það til dæmis bent á þann himinhrópandi mun að ef að lífeyrissjóður lánar einstaklingi vegna kaupa á fasteign, þá heilmikill prósess í gangi í sjóðnum. Það fær engin lán þar nema það sé búið að fá mjög vandaða meðferð og það ekki lánað nema 65%, upp á 65% veðhlutfalli, það ekki lánað nema gegn veði, fyrsta veðrétti meginreglan og allt saman þetta. Hins vegar hafa sjóðirnir verið tilbúnir til þess að kaupa skuldabréf af fyrirtækjum og jafnvel ríkjandi skuldabréf á þess að nein slík vönduð meðferð farið fram. Þar á meðal hafa ekki verið settar til tryggingar fyrir því, og eins og það prýðilega rakið í þessari skýrslu, að fyrirtæki sem að bréfið keypt af, að það sé ekki tekið, skafið að innan, skilið eftir sem sker, eignalaus sker, sem skuldarinn á bréfinu til lífeyrissjóðsins. Þannig að þessi vinnubrögð eru fyrir neðan allar hellur og eru óboðleg og verða ekki þoluð. Takk fyrir. Hitt atriðið það að meðan að krónan var svona sterk að menn skyldu nú ekki halda áfram að festa fé í erlendum eignum, eins og menn hafðu komist verulega á skrið með og voru komin með 30% af eignum sjóðum í erlendar eignum.
að njóta ávaxtana af uppgangsatvinnugreinum og traustum atvinnugreinum út í heimi og koma peningunum í skjól, bréfa, ríkissjóða þar sem að milljónatugir standa baki. Og slíkar fjárfestingar af hálfu sjóðana hefðu líka haft þá verkan að hafa haldið þessari linnulausu styrkingu krónunnar í skefjum og þeirri skerðingu á samkeppnishæfni atvinnuvegana hérna sem að hækkun krónunnar hefði í för með sér. Þannig að þetta eru kannski tvær svona megin ályktanir. Má ég aðeins bara ljúka þessu með þessari glæru hérna. Þessari glæru hér. Sko, ég er búinn að ræða það hérna mjög ítarlega að það eru mjög alvarleg fjárhagsleg vandamál sem að steðja hérna að sjóðunum. Ég er búinn að nefna hérna við ykkur að opinbera kerfið er illa fjármagnað í fyrsta lagi og mikið gap þar á. Ég er í öðru lagi búinn að rekja það fyrir ykkur að mikilvægir hyrningasteinar sem þetta kerfi hvílir á, 3,5% ávöxtunarforsendan, lífslíkurnar og allt saman þetta eru miklar hættur sem að steðja sjóðunum út af þessu, út af þetta fjárhagssjóðanum. En síðan hitt sem ég vil árétta og undirstrika, og það er það að sjóðirnir, að til þess að þeir geti gegnt þessu mikilvæga þjóðfélagshlutverki sem að þeim er ætlað að gegna, og ég gerir ráð fyrir að flestir landsmenn vilji, að þá verða þeir að ávinna sér að nýju traust. Nú, hér gæti verið einhver listi í áttina því og þeir geta örugglega bætt þennan lista. Ég leyfi mér að setja hérna sem eftir þennan lista að stjórnarmenn lífeyrissjóðanna að þeir íhugi sínum stöðu. Að þeir það sem og að sko, jafnvel þó að stjórnarmaður jafnvel þótt honum sé ekki borin á brýn nein lögbrot eða hafa gengið á svig við reynar slíkar reglur að hann meti það hvort að það sé fallið til þess að efla traust á sjóðnum og kerfinu í heild sinni að það verði vikið fyrir kannski nýju fólki. Í öðru lagi að þá vil ég leyfa mér að segja það að þó að þessi skýrsla séu margt ágætt að þá náttúrulega er hún þannig vaxin að lífeyrissjóðirnir settu þessa nefnd á laggirnar sjálfir. Þeir borga fyrir þessa nefnd. Uppleggið í starfi nefndarinnar er frá þeim. Sko, ég segi við það ágætt svo langt sem það nær og ég gerir síst lítið úr völdu verki þegar nefndarmenn sem hérna okkur hlutamáli og þakka þeim fyrir þeirra framlag. En það þarf bara meira. Það þarf að koma til í ljósi þessa gífurlega áfalls sem að lífeyriskerfið landsmanna hefur orðið fyrir, þá verður að koma til, það verður að leggja öll spil á borðið. Það verður að vera stjórnskipuð nefnd eða kosin af Alþingi eða hvernig sem það er. Hún verður að vera af hálfu stjórnvalda hér. Hún verður að hafa fullkomnar og óskoraðar rannsóknarheimildir þannig að það þurfi enginn að verkjast í vafa að þær niðurstöður sem þar verða borðnar á borð að þær séu hlutlausar og ekki litaðar af einhverjum sjónarmiðum eða hagsmunum lífeyrissjóðanna sjálfa. Amen. Það eru margar góðar ábendingar í þessari skýrslu þremenningar það hvernig hægt er og þarflegt að styrkja starfsumhverfi og regluverk í kringum lífeyrissjóðina. Í fyrsta lagi, það þarf að fara yfir lögin frá 1997. Það er þetta mikið vatnurunni til sjávar síðan þá og það eru margar ábendingar. Sömuleiðis þarf að styrkja innra starf sjóðana, innviði þeirra og hvernig þeir standa sínu fjárfestingum og allt það. Það eru margar slíkar tillögur og það þarf að bæta úr þessu öllu saman og líka ágætu fundana. Líka þarf að styrkja umhverfið utan við lífeyrissjóðina. Hvað á við með því? Fjármálaeftirlitið fékk falleinkunn í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, rétt eins og Seðlabankinn. Hver eru viðbrögðin? Það er búið að taka það ákvörðun að fjármálaeftirlitið gengur nú hvað mannskap og fjármagn varðar í tvíelleft til leiks
En hvað sjáum við af störfum fjármálaeftirlitsins? Ég spyr ykkur ágætu félagar hér, leyfum við að segja. Við vitum ekkert hvað fer fram á bakvið þær luktu til og byrjundu glugga. Þetta eftirlitsstarf sem ég skal síst lasta, en við bara vitum þetta. Ég óska eftir því að okkur verði gerð grein fyrir því á hvern hátt við höfum fóttið ávinning af því að við séum að borga eftirlitsstarf sem kostar 2 milljarðar króna á ári. Hvað fáum við fyrir þá peninga? Þurfum við að búa við það að vera hérna haldið nagandi óvissu eða það skilir nokkrum sköpuðum hlut. Þannig að þetta tel ég vera algjörlega nauðsynlegt. Það ekki bara lagaverkið í kringum lífeyrissjóðana, allt regluverkið í kringum það hvernig þeir haga sínum störfum, heldur líka eftirlitið og það verður að vera virkt. Síðan verða sjóðirnir að sýna fram á það. Þeir verða að kunngera íslenskum almenningi það að rétt eins og lífeyrissjóðir út í heimi starfa án þess að byggja sína ávöxtun á verðtryggðum lánum til almennings og heimila, að þeir treysti sér til þess að starfa hérna án þess að heimili landsmanna séu ofin í vébönd verðtryggingarinnar. Í hel fjötra, vildi ég segja, að heimilin landsmanna sé ekki í hel fjötruna verðtryggingar að lífeyriskerfið eigi ekki sitt stað og árangur undir því. Það óboðleg niðurstaða og verður ekki við það una. Við erum hérna, ég er búin að sýna ykkur mynd, það sem að segja, hollenska lífeyrissjóðakerfi, svissneska lífeyrissjóðakerfi, það áþekkt að stærð í samanburði við stærð efnahagslífsins eins og okkar. Eru þeir fullir af verðtryggðum pappírum heimilanna? Ó nei. Og íslensku lífeyrissjóðir, þeir verða að svara því og upplýsa það og segja okkur það skýrt á konur að þeir þurfi ekki að halda íslenskum almenningi í herfjötrum og í þrælabúðum áratugum saman fyrir þess að þeir geti þrifist. Og það fleira sem þarf að gera til þess að efla traust á þessu kerfi. Menn hafa séð það að stjórnvöld hafa keypt í burtu einni mikilvægustu forsendu þessa kerfis sem eftirhæfing. Það það að það njóti allir grunnlífeyris út úr almannatryggingum. Núna staðan sú að fólk sem á lægstu lífeyrisbætuna út úr lífeyriskerfinu, það stendur einfaldlega frammi fyrir því að vegna skerðingarákvæða í almannatryggingakerfinu að þá eins og það hafi aldrei borgað í neitt lífeyrissjóð. Og frammi fyrir því fólki eru greiðslurnar á starfsævi þeirra inn í lífeyrissjóð bara eins og hver annar skatt. Þetta náttúrulega eitt atriði sem með þessum öðrum sem ég er búin að nefna hérna náttúrulega veikir eitthvað alla tiltrú og traust almennings á þessu kerfi og fólk vill ekki láta bjóða sér þetta. Stjórnvöld, þau verða að gefa það skýra yfirlýsingu að þau séu reiðubúin til þess að endurskoða þetta samspil og þarna erum við komin meðal annars að hérna í góða spurningu að þau séu tilbúin til þess að endurskoða þetta samspil á milli þessara fyrstu stoðar ef við má tala alþjóðabanka íslensku við ykkur og annarra stoðar í lífeyriskerfinu. Þannig það verk að vinna hérna, mín ósk sú að menn hver fyrir sig, hvort sem það á vettvangi stjórnvalda, á vettvangi lífeyrissjóðanna sjálfa, á vettvangi þeirra aðila sem að þeim standa, að þeir taki sig ærlega saman í andlitinu, minnugir þess hversu mikilvægt þetta kerfi fyrir allan almenning í landinu að því farnist vel og því reiði vel af og það geti fullnægt sínu markmiði að tryggja fólki viðunandi kjör eftir að það hefur lokið sínu starfsævi. Að menn tæki höndum saman, athugið þennan lista hér og kannski fleiri atriði með það að markmiði að þessi sjóðir að þeir geti gegnt sínu hlutverki með mannssamverðinu. Takk fyrir.